Góðan og blessaðan daginn, elsku krakkar og verið hjartanlega velkomin í Sunnudagsskólan hérna í Lindakirkju. En ég virðist alltaf bara að vera ein, Svenni er ekki mættur. Og þá flækist aðeins málið. Ég kann ekki spila á gítar. Hvað er það að gera? En það hlýtur bara að reddast. Það hlýtur að reddast, eins og það gerist allt, gerið alltaf. Og ég glemdi einu. Gleðilegt sumar, krakkar. Gleðilegt sumar! Býttu. Nei, ertu komin? Já, auðvitað. Ég held að það hefði gleymt Sunnudagsskólanum. Ég? Já. Nú er það ekki séns. Nú, ég held það bara, þú varst ekki Nei, komin. nei. Þú ert aldrei mættur. Og nú er komið sumar. Já. Og þá getur ekki verið með dreigi fyrir hérna. Eigum við að prófa að draga frá? Já, Gerðu ekki til ekkert? Gerðu það. Kíkja aðeins. Við erum 1, 2 og... Nei. Oh, Svona fallega grátt sumarið eins og allt á Íslandi. En þetta er allavega birta. Já. Og ég dýrka sumarið sannig. Þá er ég nú með rétta sumarlæði fyrir þig. Er það? Já. Og ég er svo spennt. Góðan daginn, ertu ekki að djóka? Það er gamla góða gula upp að spóka sér. Allt í góðu lagi, allt í blóma. Þó að sólin hverju fæ ég samt að horfa á þig. Þú ert þó að finna leið. Ég finn að mér, bara líður alltaf veginn. Þegar ég er með þér. Ég digga þegar sólin fer að skína. Ég digga þegar blómin springa. Úti fer að hlýna. Í staðreyndinni súgju sem ég digga mest er þú. Ég syngdu með mér núna hér. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Oh. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Oh. Já. Þetta er geggjað. Þetta er besta lagið. En nú ætlum við að byrja sjálfan Sunnudagsskólan. Eins og við byrjum hann alltaf. Við ætlum að signa okkur og gera morgunbænina og kveikja á kertunum. Heldur betur. Já, ætlum við byrja því að signa okkur, mástu? 3 puttar. Og svo ætlum við að ekki kveikja á altariskertunum og eitthvað svona? Já, eftir smástund. Já, já, Fyrst já. ætlum við að byrja að segna okkur. Ok. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og förum við morgunbænin okkar, lokum augunum og segjum saman: Nú er ég klæddur og kominn á ról. Kristur Jesús veri mitt skjól. Í Guðs óttanum gefð þú mér að ganga í dag svo líki þér. Amen. Nú er komið að kveikja kertunum. Já, og við ætlum að kveikja kertunum og fara með þessi fallegu orð sem minna okkur á Jesús og ljós heimsins. Ef ég myndur að vita hvað eldspýtur það væri, eða kveikja þess. Já. Ég ekki bara að finna það. Finnum það, komum við eftir augnablik. Úps. Já, takk. Svo tökum við bara svona. Alltaf þetta. Já. Komum við eftir augnablik. Já, svo getur ég bara svona. Býta. Svömmi, hann er ekki virk. Jú, ok. Þannig að koma það. Gefum þetta eftir bara. Þetta var svo fyndið. Nei. Ok, heitir það. Nei, Fann það. fannstu? Já. Má sjá, virkar hann. Þarna er það. Ok, þá ætlum ég að koma hérna og ljósberan. Þetta heitir ljósberi, krakkar, þetta hérna sem við erum með. Þetta hérna. Og við ætlum að segja saman með kveikjum í kertunum. Jesús sagði: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Ekki það svona sumrin, þá erum ekki mikið að kveikja kertunum, en kertin minna okkur það einmitt að Jesús er ljós lífsins. Og við ætlum að syngja líka lagið sem við byrjum alltaf Sunnudagsskólan á. Já. Manstu ekki? Þú þarft að Jú, gera. góðan daginn, eða ekki? Nei, hitt daginn. Og ég spil ekki gítar, þannig að þú voru að koma með gítarinn. Og krakkar daginn í dag og allir að vera með og við klöppum og syngjum og notar þetta. Standið bara upp, í nývöknuð, já, svona, tegja sig og hrista og svona. Geggjað. 2, 3 og daginn í dag gerði drottningur, gleðjast ég vil og fagna þennan dag og fagna þennan dag. Daginn í dag gerði drottning
Ég er með smá nýtt í dag sannig. Nú. Mér finnst rosalega gaman á svona spurningaleikjum. Ég líka, ég elska það. Það? Já, ég líka. Ég elska að spila og svona í spurningaleikjum. Já. Og ég Þú líka, þú reyndar hatar að tapa. Það er eitt sem ég veit um. Hverju finnst gaman að tapa? Ég er ekki tapsáður, en mér finnst ekkert gaman að tapa, þetta er skemmtilega að vinna. En allt í lagi. Ég bjó til 3 spurningar handa þér og krakkar þið mig líka að svara. Það er svolítið erfiðar. Ok. Ég bjó til 3 spurningar. Kekja. Ok. Hvaða dýr er stærst í heiminum? Þetta er auðvelt. Risaeðla. Sko, risaeðlur er ekki til lengur, þú veist það, mástu. Já, sem er til. Ég er að tala um dýr sem er til núna, sko. Já. Ok. Er þetta dýr í sjónum? Já. Ok, þá veit ég það. Það er hvalur og krakkar. Ég veit meiri segja hvað hann heitir. Hvað heitir? Steypireyður. Ding dong, rétt! Og þú fær 1 stig. 1? Já. Það er ekki 100? Jú, Það er skemmtilega að hafa það svona. Ok, þú mátt alveg fá 100 stig, alltaf. Ok, spurning nummer 2. Hvaða dýr er fljótast að hlaupa? Valtýr. Ha? Já, vinur minn Valtýr, hann er ótrúlega snöggur að hlaupa, sko. Já, ok. Er hann dýr? Hann er rándýr. Nei, ok, ég veit alveg hvað, það er blettatígur. Það er rétt hjá þér, blettatígur, veistu hvað hann getur hlaupið hratt? Já. Nú, ok. 100 km hraða. Hvað vissur þið? Ég ætla að segja þetta. Alveg 100 km hraða, sko. Hvað er það komið mörg stig núna? 200. Já, af því að 100 + 100 eru 200. 3. og síðasta spurningin. Ok. Hvað er mikilvægasta reglan í heiminum? Gullna reglan. Hvernig vissur þið? Ég bara, það er svo að segja, ég veit allt. Og hvernig, ok, þú fær auka 50 stig ef þú veist hvernig hún er. Ok, sko, það er einhvern veginn þannig, sko, þú vilt, sko, ég var aldrei hvernig þetta er, sko, það er, sko, komdu fram við náungan eins og þú vilt að hann komi fram við þig. Já, það... Einhvern veginn svoleiðis. Já, hún er það, sko, Já. en svona, hún er þannig, allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Gekkja. Já, en með öðrum orðum, eins og þú sagðir, komdu fram við náungan eins og þú vilt að það koma fram við þig. Já. Sem þýðir ennþá með einfaldri orðum, ef þú vilt að aðrir séu góð við þig, þá skal þú vera góð við hina. Þetta er svo að töluðum við síðast. Algjörlega. Prófa að brosa fram að þið náungan, þá farið bros tilbaka. Já, og ég skil alveg af hverju hún heitir gullanregla. Já. Ég myndi segja að þetta væri bara ein mikilvægasta reglan í heiminum. Já, ég er bara nokkurn veginn bara sammála því. Algjörlega. Já. Og krakkar, við hvetjum ykkur til að vera góð við hvort annað. Já, 100%. Og mér datt í hug eitt lag sem við höfum ekki sungið áður. Og það er náttúrulega svolítið yndislegt lag og það sem við erum að gera elsku Jesú. Já, elska Jesú er svo dásamleg. Þetta er svona lofsöngur. Og það eru pínur hreyfingar. Það er svo há, þú kemst ekki yfir hana, svo djúp, þú kemst ekki undir hana, og svo víð, þú kemst ekki út úr henni. Sæl. Já, þetta er svona svipað djúp og breið, bara aðeins öðru sig. Já. Ok. Einu viðbót. Já, krakkandi fara upp á stóli eða eitthvað, hvernig það bara, þetta er flott. Ok, gerum þetta saman. Elska Jesú er svo dásamleg, elska Jesú er svo dásamleg, elska Jesú er svo dásamleg, elska svo dásamleg. Svo gerum við hreyfingarnar. Svo há, þú kemst ekki yfir hana, svo djúp, þú kemst ekki undir hana, svo víð, þú kemst ekki út úr henni, elska svo dásamleg. Gerum þetta aftur. Elska Jesú er svo dásamleg, elska Jesú er svo dásamleg, elska Jesú er svo dásamleg, elska svo dásamleg. Svo há, þú kemst ekki yfir hana, svo djúp, þú kemst ekki undir hana, svo víð, þú kemst ekki út úr henni, elska svo dásamleg. Nú ætla ég að segja ykkur aðeins meira gullnu regluna. Það eru til margar reglur sem við verðum að fara eftir í lífinu.
Við höfum til dæmis margar umferðarreglur. Hvað gerist ef við förum ekki eftir reglum í umferðinni? Jú, það getur orðið alvarleg slys á fólki og bílar farið í klessu. Munið þið eftir einhverjum umferðarreglum? Munið þið eftir einhverjum umferðarreglum? Það er mjög mikilvægt að stoppa á rauðu ljósi og fara ekki á stað fyrir en græna ljósið er komið. Við eigum alltaf að muna að hlaupa ekki út á götu. Við þurfum fyrst að líta vel til beggja hliða. Ef það eru götuljós, megum við aldrei gleyma því að græni kallinn er vinur okkar. Það væri hræðilegt ástand í umferðinni ef fólk stoppaði ekki rauðu ljósi. Þá væru allir í lífshættu. Svo má aldrei gleyma að setja á sig bílbeltið, af því að beltin bjarga. Jesús kom með eina mjög merkilega reglu. Kannski er það besta og merkilegasta reglan sem til enda hún kölluð gullna reglan. Gull er mjög dýr og merkilegur málmur og þessari reglu er því líkt við gull. Reglan er einföld og ef allir færu eftir henni væri heimurinn miklu betri. Sem betur fer fara margir eftir henni en því miður ekki allir. Eigum að rifja upp hvernig þessi regla er. Hún er svona. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gera. Sem sagt, allt sem við viljum að sé gert fyrir okkur, eigum við að vera tilbúin að gera fyrir aðra. Hvað viljum við að aðrir geri fyrir okkur? Við viljum að aðrar manneskju sýna okkur virðingu og þá verðum við líka að vera tilbúin að sýna virðingu. Við viljum að aðrar manneskju sýna okkur kurteisi, en þá verðum við sjálf að vera kurteis. Við viljum að annað fólk sé gott við okkur og sýna okkur kærleika og þá verðum við að vera tilbúin til þess að vera góð við aðra. Við getum ekki ætlast til þess að aðrir sýna okkur virðingu, kurteis og kærleika ef við viljum ekki gera eins og móti. Jæja krakkar, nú komum við að lokum hér hjá okkur í Sunnudagsskólanum hér í Lindakirkju og við viljum þakka okkur kærlega fyrir að vera með ykkur í dag. Það búið að vera sumarlegt og skemmtilegt og líflegt, ótrúlega gaman og munið eftir gullnu reglunni. Má aldrei segja þetta nógu oft. Komið þið fram við aðra eins og þið viljið láta koma fram við ykkur. Þetta er svo flott regla og við getum farið eftir henni í lífinu alveg eins og við förum eftir umferðarreglum. Algjörlega. Og við ætlum að enda þetta á einu mjög skemmtilegu lagi sem ég myndi allt í henni eftir. Já, þetta er frekar nýtt lag. Já, þetta er frekar nýlegt lag eftir hana Áslaugu Helgu sem er djákni hér í Lindakirkju og stýrir barnakórunum og unglingakórunum og hún semur þetta lag, lagatexta og lagið heitir Ég bæn sendi Guði. Og það er fullt af hreyfingum í því, við klöppum og stöppum og hreyfum hendurnar og fáum að segja halleluja með hendin upp og alls konar. Já, og þið ætla að syngja með krakkar. Endilega verið með, fyrst kannski lærið lagið og svo getum við bara að fara tilbaka og horta okkur aftur. Nákvæmlega. Það er snildir með því að horfa í tölvunni. Við þökkum kærlega vel fyrir okkur og segjum aftur gleðilegt sumar. Ég bæn sendi Guði, veit hann svara mig strax. Var súr og fann svo margt og sanngjarnt. En Guð er alltaf í stuði og sendir mér gleði. Má ekki gleyma því að segja takk. Syngjum og klöppum í takt, stöppum í takt, hristum hendur lofum Guð. Halleluja, klöppum í takt, stöppum í takt, hristum hendur lofum Guð. Ég bæn sendi Guði, veit hann svara mig strax. Reifst og skammaðist og sagði smá ljótt. En Guð er alltaf í stuði og fyrirgefur mig fljótt. Má ekki gleyma því að segja takk. Ég bæn sendi Guði, veit hann svara mig strax. Var lasin og leið ekki vel. En Guð er alltaf í stuði og sendi mér kraft. Syngjum og klöppum í takt, stöppum í takt, hristum hendur lofum Guð. Halleluja, klöppum í takt, stöppum í takt, hristum hendur lofum Guð. Ég bæn sendi Guði, veit hann svara mér strax. Fannst ég einmana og get ekki neitt. En Guð er alltaf í stuði og elskar mig heitt. Má ekki gleyma því að segja takk. Svo er allir með, þú kunnið þetta. Syngjum og klöppum í takt, stöppum í takt, hristum hendur lofum Guð. Halleluja, klöppum í takt, stöppum í takt, hristum hendur lofum Guð. Endur þú búin að segja hérna? Hristum
helmingi hægar, hristum hendur